Brimarhólmur. Ekkert örnefni í Kaupmannahöfn var Íslendingum kunnara en þetta. Ég held að við gengi næst víti sjálfu. Það var 1570 sem Friðrik konungur annar lét útganga það boð að allir lausgangarar skyldu sendir hingað og lagðir hér í járn. Það rignir líka á réttláta hér í Kaupmannahöfn. En einkanlega á dögum Kristjáns IV, þegar hinnar miklu skipasmíðar voru hér, að þá var mönnum smalað úr öllum áttum og ekki síst frá Íslandi. Og hér þræluðu menn í járnum, í bókstaflegri merkingu. Menn voru með mittisgjörð sig og drógu þunga bolta á keðjum á fótunum. Menn unnu að skipasmíðum hér í Akkerasmiðjunni eða öðrum stöðum allt til ársins 1741 þegar allir þrælarnir hér voru fluttir í Stokkhúsið við Stokkhúsgötu. Nú búið að fylla upp í síkið og þar heitir Hólmenskanal, en svo góða Hólmsins gata nú orðinu ótótlegu breiðstræti og heitir Brimarhólmur. Hólmsins gata herlegt stræti, hann að ganga eftirlæti, orti Ögmundur Sivertsen. Sú Hólmsins gata þar sem Eiríkur á brúnum segir að þriflega prestætur með blúndur í milliverkinu bjóði mönnum að spila við sig alkort fyrir 1 krónu. Og síðan vísa þessar holdprúð og hjartagóðu stúlkur gestir mín í fallegt kamer, segir hann, þar sem ljós stendur á borði og rúmið uppbúið með dúnsængum og kottum. En nú Rauðahafið horfið og Jensens píer og Kvennaminnu og paragraf 5. Nú suðar hér umferðin, þar engin dúnsæng lengur né kertaljós á borði, en sé enn spilað alkort, þá það í allt öðrum götum. Á vestasta odda Brimarhólms, milli síkjanna, stóð Akkerasmiðjan, þar sem fangarnir lúðu glóandi járn, myrkrana á milli. En árið 1635, á ríkisstjórnarárum Kristjáns IV, var Akkerasmiðjunni breytt í þessa kirkju sem enn ber nafn Hólmsins og heitir Hólmsins kirkja. Hólmsins kirkja, þetta íburðarmikla guðshús sem snýr þó rangt við áttum eða móti austri, kemur ákaflega margvíslega við íslenska sögu. Hér gerðist það til dæmis 1644 að Jón Vestmann, sonur Jóns Píslavots í Vestmannaeyjum, var leiddur fyrir altari, skírður og fermdur aftur til réttrar trúar, en hann hafði verið með máriskum reifurum þá á 2. áratug og tekið Múhameðs trú. Hingað var það til séra Péturs Örsleifs sem Árni Magnússon flúði með bækur sínar, þær sem eftir voru, eftir brunan mikla og leitaði hér húsaskjóls. Og hér var það enn sem að Albert Thorvaldsen ungur og þó eldri en flest fermingarbörn gekk til spurninga og var slíkur tossi að hans stóð lang neðstur hér í tröppunum allra sinna fermingasystkina. En þá það sem presturinn segir einn dag að þetta taka okkur til fyrirmyndar þann unga pilt sem var rétt núna að vinna til gullverðlauna Konunglega akademísins. Lítur svo á Thorvaldsen og segir ekki skyldi hann eitt vera skyldur yður. Og þá segir Albert litli, sem þó var orðinn nærri 17 ára, það er nú ég. Og var umsvifalaust fluttur efstur og hér satt Gottskálk faðir hans, Þorvaldsson frá Miklabæ, með vinnulúðar hendurnar og horfði á son sinn efstan meðal fermingabarna stauta sig fram úr hverinu, enda voru það víst síðustu samskipti Thorvaldsens við nokkra bókarament.
Hér hafa þjónað íslenskir prestar, til dæmis Þorgeir sem síðar var prestur í Glólundi og Jónas vinur hans orti til Nú vetur úr bæ, rann í sefgrænan sæ. Og hér í minni tíð meðan ég bjó í Kaupmannahöfn þjónaði þessari kirkju Haukur Gíslason og talaði fagra dönsku með íslenskum hreim og hér eru passíusálmar Hallgríms mjög gjarnan sungnir á föstunni. Þannig að þessi kirkja á ekki aðeins að upphafi íslensku hlekkjaþrælana sem lúðu járnið á þessu gólfi, heldur hefur hún komið við íslenska sögu alla tíð síðan. Þetta bæði sjómannakirkja og hátíðakirkja og hér uppi konungsstúkan því að giftingar í konungsfjölskyldunni fara gjarnan hér fram. Þannig að þetta sjómannakirkja, sóknarkirkja og konungskirkja allt í senn. Það var mikið sem landar okkar fóru hér í síkin. Því miður oft af ráðnum hug, Skafti Tímóteus Stefánsson, það mikla mannsefni, Högni Einarsson, Jóhann Halldórsson til Spreri Ventó, en oftar var þó að mönnum var þetta ósjálfrátt. Indriði Einarsson segir frá því að hann var að drekka eitt kvöld hér í Olnbogabótinni við Gömluströnd. Þar gekk íslensk stúlka beina og veitti heldur ótæpilega, svo hann rak tána í síkisbakkann og steyptist hér í kolgrænt djúpið, hrópaði á hjálp og var dreginn upp á krókstjaka. Þegar það spurðist upp á garð, þá fannst Sigurði Lárentsíusi Jónassyni heldur lítið til koma og sagði: Þetta hef ég steypst í Nýhafnarsíkið og aldrei kallaði ég á hjálp. Hér við Gömluströnd var fiskimarkaðurinn og þar sátu fiskikerlingarnar með dagblöðin á höfðinu. Nú þar aðeins ein eftir í steini. Og hér fyrir neðan, númer 4 við Gömluströnd, sem nú heitir við Strandinn, var Íslenska bókmenntafélagið til húsa, en þar brann húsið 1847 og allar bækur bókmenntafélagsins, því Finnur Magnússon hafði gleymt eða honum láðst að borga í brunasjóðinn. Þar var öll fyrsta útgáfa á ljóðmælum Bjarna Thor Arindsens og mega þeir vel við una sem eiga þau fáu eintök sem undan komust. Handan við síkið blasir svo við Thorvaldsens fallega smíðahús, eins og Eiríkur á Brúnum kallaði það, byggt af bindisböll og skreytt málverkum Sonnes að framan sem sýna móttöku Thorvaldsens þegar hann sneri sem þjóðhetja heim frá Ítalíu til Danmerkur. Þegar Albert Thorvaldsen lést 1844 var þetta mikla og fagra listasafn hans ekki fullgert, þannig að lík hans var geymt í grafhvelfingu Frúarkirkju þó nokkurt skeið, en þegar að því kom að bera lík hans hingað, þá kepptust allar stéttir kaupmannahafnar að fá að bera hann. Lærdómsmenn, listamenn, stúdentar, verkamenn og íslenskir stúdentar sem hér voru. Og hann var lagður hér til hvílu í miðjum garði safnsins og gröf hans skríðir ekkert annað en Lárviður. Lárviðurinn á að minna bæði á Rómaborg og Ítalíu
og þann lárviðar heiður sem hann uppskar sjálfum sér og föðurlöndum sínum báðum, Íslandi og Danmörku, með verki sínu. Fram að Slottshólmssíkinu stendur stór bygging. Það er assistentshúsið, húsið Hjástóðar, sem Íslendingar átt við mörg erindi þegar að þeim þrengdi. Jón Thoroddsen yrkir þetta hús: Í Babýlon við Eyrarsund ævi vér dvöldum langa, eyddist oss féð á ýmsa lund og réð til þurrðarganga. Þar til í húsið Hjástóðar hengdum vér spari brækurnar, því oss tók mjög að svengja. Þeir innbyggjarar í þeim stað sem oss höfðu svo margsnuðað, hótuðu oss að hengja. Bakliðin snýr að Snareygaði, einni heillegustu götu bæjarins frá gamalli tíð, en það er kannski svolítið kaldhæðið, eða skemmtilega kaldhæðið, að þar sem fátækir menntamenn hengdu upp sparifötin sín og Jónas Hallgrímsson úrið sitt, að þar skuli nú vera menntamálaráðuneyti Danmerkur til húsa. Þessi fagri og friðsæli garður handan við Kristjánsborgarhöll, þar sem nú er þjóðþing Dana, var áður fyrr herskipahöfn eða orlogshöfn danska flotans. Hér lágu skipin tjóðruð við þunga hlekki og annars vegar er tíhúsið, þar sem vopnabúr Danmerkur var og raunar er af gömlu vopnum til, og hins vegar próvíantgarðurinn, þar sem vistir allar á matvæli voru sett borð í skipin. Skipin sigldu hér inn eftir mjórri rennu, en þar sem þau komu inn er núna þjóðarbóklaða eða konunglega bóklaða Danmerkur, hér beint fyrir aftan mig. Þar eru geymdar margar gersemar meðal íslenskra handrita og þar störfuðu íslenskir bókaverðir svo sem Sigfús Blöndal, sem að setti þar saman stóru orðabókina, Blöndals orðabókina. Einn var sá turn í veröldinni sem Íslendingar þekktu betur en Babels turn Biblíunnar, en sá var bláturn sem fyrrum reis hér við innganginn á Kristjánsborg. Hann hýsti engvar slordóna, heldur einungis þá sem brotið höfðu gegn sérstökum lögum kóngsins og Guðs. Þótt Slottshólminn sé ekki ýkja stór, þá rúmar hann margar merkar byggingar, og hér fyrir aftan mig er Kauphöllin, Börsen, sem er án vafa ein fegursta og raunar langfegursta bygging Kaupmannahafnar, reist 1624, og á þaki hennar vinda sig upp 4 drekar sem mynda turn hennar. Beggja vegna við innganginn af Börsinum standa þær 2 guðamyndir sem helga þennan stað, þar að segja guðinn Póseidon, guð sjávarins, og Hermes, guð verslunar. En beint á móti okkur er sú bygging sem hvað mest kemur við íslensk málefni. Það er rauða byggingin Kanselíið, þaðan sem öllum Íslandsmálum var stjórnað. Hér störfuðu margir Íslendingar, en oftar voru það danskir embættismenn sem fjölluðu Íslandsmál og vissu þó næstum ekki hvar það land var niðurkomið á jarðarkringlunni. Hér rétt fyrir aftan okkur er Knippilsbrúin sem tengir saman Kaupmannahöfn, eða Sjáland betur sagt, við Kristjánshöfn sem er eyja. En núna lyftist hún með vélaafli fyrir þeim skipum sem að sigla inn í Suðurhöfnina og verða þá
bílarnir að láta undan fyrir skipunum. En áður fyrr var hann lyft með handafli, með gríðarlegri sveif og lengi á 19. öldinni var það Íslendingur Magnús Thorvaldsson sem var hér brúarvörður og Bertel Thorvaldsen labbaði oft hér niður eftir til að hitta landa sinn og bauð honum til sín upp í Charlottenborg þó að einkaþjónninn hans Wilkens vildi nú helst ekki hleypa inn svo almúgalegum manni. Þegar meðan brúin var mjó og mikil umferð hér og oft þurfti að lyfta henni, þá var mikið öngþveiti við Knippilsbrú og jafnvel slagsmál, þannig að Íslendingar kölluðu brúarsporðin hér Kífunes. Við erum staddir hér á Asiatisk pláss sem var legupláss íslensku skipanna í seinni tíð, Gullfoss og annarra fossa sem lögðust hér að. Og hér fyrir ofan mikið af gömlum pakkhúsum, meðal annars pakkhúsum Íslandsverslunarinnar og þegar skipin kom með íslensku vörurnar hér á haustin, saltkjöt og skreið og annað góðmeti og rjúpur, þá var það boðið upp hér á Björnebúpláss hér rétt fyrir ofan. Nú liggja hér við kajan gamlar skútur og það kemur dálítið við hjartað í mér sem gömlu vestmanneyingi að skútan fyrir aftan mig heitir Skíðblaðinir, þannig að Danir hafa nú ekki alveg gleymt uppruna sínum. Pakkhúsin gömlu hér við strandgötuna, þangað sem fólk fór áður fyrr til að sækja sér haustkostinn, saltkjöt, hákarl, saltfisk. Þau eru nú óðum að breytast í fína staði. Hér eru komin ráðuneyti og mjög fín veitingahús, þannig það allt annar sali fólks sem stefnir hér ofan eftir heldur en forðum var. Hér efst á Kristjánshöfn, þar sem Kristjánshafnar síki skilur á milli Kristjánshafnar og Amákurs, heita göturnar undarlegum nöfnum. Þessi hér heitir Overgaðinn Niðinvannið, en svo á móti heitir Overgaðinn Overvannið. Og hér handan við síkið stóðu áður þær stofnanir sem Íslendingar fengu því miður að kynnast allt of vel. Hér voru fangelsin 3, tukthúsið eða börnuhúsið, þar sem menn voru fangelsaðir fyrir minniháttar sakir, spunahúsið, þar sem íslenskar konur sátu við rokkana og svo að lokum rasphúsið sem var þyngsta refsingin sem hér var álögð. Allt var þetta ein verksmiðja. Konurnar spunnu ullina, fangarnir í rasphúsinu röspuðu litunartréð til þess að lita ullina og síðan voru fangarnir í gullhúsinu sem handan við í borginni látnir vefa þetta til einkennisklæða handa danska hernum. Hér var mörg konan fyrir litlar sakir og loks 1759 voru allar konurnar hér fluttar nauðungarflutningi til Finnmerkur ásamt öllum karlmönnunum sem hér voru og settar þar niður á Varangurskaganum á Finnmörku. Hér var Sigurður Gottsvinsson og hér var hann hálshöggvinn hérna rétt fyrir utan þegar hann stóð fyrir uppreisn sinni gegn ofurvaldinu, en einstaka maður var þó það karlmenni að láta ekki leiða sig hingað út, eins og Ísleifur Jóhannsson frá Breiðavaði sem var dæmdur hingað til æviþrælkunar 1821, þegar hann var leiddur í járnum 4 lýsipunda þungum, það að segja 24 kíló sem hann bar á sér og var leiddur yfir Löngubrú
þá stökk hann yfir brúarhandriðið niður í grængolandi djúpið og sást ekki meir. En Ísleifur þessi var mikill íþróttamaður. Hann rann skeið sitt á skautum og ritaði nafn sitt á ísinn og var glímnastur allra Íslendinga og kunni ekki við að eyða ævikvöldinu hér við að raspa litunartré. Það er aðeins á stöku stað sem enn má sjá litlar leifar af þessum gömlu fangelsum sem Íslendingar þekktu 300 ára bil. Það er aðeins í bakgörðunum hér sem má sjá þær. En þegar farið upp í Frelsarakirkjuna hér, upp í snigilinn í Frelsarakirkjunni, þar sem fólkið stendur hér uppi, að þá má horfa yfir þennan forna og ömurlega stað sem áður var, yfir þann stóra reit sem hýsti hundruður og raunar þegar allt er talið þúsundir Íslendinga, allt frá börnum til gamalmenna 300 ára bil. Flugleiðir styrktu gerð þessarar dagskrár.